From the conference center in Salt Lake City. Ráðstefnu höllinni í Salt Lake City, Utah. Þetta laugardagsmorgunhluti 194. árlegrar aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. Ræðumenn úr hópi valdra leiðtoga kirkjunnar. Tónlist þessa hluta flytur The Tabernacle Choir at Temple Square. Útsendingu þessa annast Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka, afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð á skriflegs leyfis. Henry B. Eyring forseti, annar ráðgjafi í æðsta forsætisráðinu, stjórnar þessum ráðstefnuhluta. Bræður og systur, við bjóðum ykkur velkomin á þennan morgunhluta laugardags 194. síðari aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu og sendum sérstakar kveðjur til meðlima og vina sem taka þátt í ráðstefnunni víða heim. Russell M. Nelson forseti sem horfir á ráðstefnuna heima hefur beðið mig að stjórna þessum hluta. Við heilsum aðalvaldhöfum og aðalembættismönnum sem verða meðal okkar á ráðstefnunni. Tónlistin á þessum ráðstefnuhluta verður flutt af The Tabernacle Choir at Temple Square undir stjórn Max Wilberg og Ryan Murphy við orgelleik Richards Elliot og Brian Mathias. Við gleðjumst yfir því að fólk frá löndum utan Bandaríkjanna gengur til liðs við kórinn á ráðstefnunni. Það býr í Argentínu, Bolívíu, Síle, Austur-Kongó, Ekvador, Frakklandi, Þýskalandi, Paragvæ, Perú, Spáni, Suður-Kóreu og Svíþjóð. Við bjóðum ykkur velkomin og þakklát fyrir þátttöku ykkar. Kórinn hóf samkomuna á því að syngja Glory to God on High og mun nú syngja Press Forward Saints. Inngangsbæn flytur síðan öldungur J. Kimo Esplin af hinn 70.
Our Father in heaven, Himneski faðir, what a blessing it is to be hvílík gathered in blessun this að vera söfna saman hér í þessari fallegu ráðstefnu og fjölmörgum stöðum allan heim. Við erum þakklátt fyrir endurreist fagnaðarerindi Jesú Krists sem byggt á grunni spámanna og postula. Við erum þakklátt fyrir spámann okkar Russell M. Nelson fyrir að halda áfram að lifa fram yfir 100 fyrir okkur. Blessa hann og blessa ráðgjafa hans og meðlimi 12 póstlasveitarinnar. Við erum þakklátt fyrir þá miskunn og sáttmálana og sáttmálsástina sem þú hefur veitt okkur sem fólki og einstaklingum. Við biðjum fyrir að fá heilagan anda, að við hlustum á og lesum þessar ráðstefnuræður, að við fáum þær með gleði, að við munum skynja andan, tilfinningar andans, skilaboð. Við munum fá tilfinningu fyrir því að gera og verða og framkama. Við biðjum líka þess að þau sem að auðmýkt vilja fá leiðbeiningu megi fá svo í gegnum heilagan anda. Við erum svo þakklátt fyrir að vera hluti af þessari síðari daga verkefni, síðari daga frá 4 hornum heimsbyggðarinnar. Við biðjum þig að blessa okkur, að við höldum áfram í Jesú Kristi, í nafni Jesú Kristi, nafni Jesú Krist. Amen. Brothers and sisters, it will now be my privilege to present the general authorities, areas 70, Bræður og systur, það nú mín forréttindi að kynna aðalvaldhafa, svæðishafa, 70 og aðalembættismann kirkjunnar og biðja stuðning ykkar. Við biðjum ykkur vinsamlega að sýna stuðning ykkar á hefðbundinn hátt, hvar sem þið kunnið að vera. Ef einhver á móti einhverju því sem hér verður lagt fram, biðjum við þau að hafa samband við stig og forseta sinn. Þessi beðst að við styðjum Russell M. Nelson sem spámann, sjáanda og opinberara og forseta kirkju Jesú Krists hina síðari daga heilugu. Dallin H. Oaks sem fyrsta ráðgjafa í æðsta forsætisráðinu og Henry Benyon Eyring sem annan ráðgjafa í æðsta forsætisráðinu. Þau sem eru því samþykk sýni það. Þau sem eru því mótfallin sýni það. Þessi beðst að við styðjum Dallin H. Oaks sem forseta 12 póstulasveitarinnar og Jeffrey R. Holland sem starfandi forseta 12 póstulasveitarinnar. Öll sem eru því samþykk sýni það. Ef einhver á móti sýni þau það. Þessi beðst að við styðjum eftirtalda sem meðlimi 12 póstulasveitarinnar. Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Kristofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gary Tvöfaldvaf Gong og Ulysses Soares og Patrick Caron. Þau sem eru því samþykk sýni það. Séu ykkur á móti, sýni þau það. Þessi beðst að við styðjum ráðgjafana í æðsta forsætisráðinu og þá sem skipa 12 póstulasveitina sem spámenn, sjáendur og opinberara. Öll sem samþykja það, sýni það. Ef einhver á móti, sýni þau það með sama merki.
Við vekjum athygli á því að 6 nýir svæðishafar 70 voru studdir á leiðtogafundi aðalráðstefnunnar 5. daginn 3. október, sem síðan var tilkynnt á vefsíðu kirkjunnar. Við bjóðum ykkur að styðja þessa bræður í nýjum verkefnum þeirra. Þau sem eru því samþykk sýni það. Sé einhver mótfallinn, sýni þau það með sama merki. Þessi beiðst að við styðjum aðra aðalvaldhafa, svæðishafa 70 og aðalembættismenn eins og skipan þeirra er nú. Öll sem eru því samþykk sýni það með uppréttri hönd. Sé einhver á móti, sýni þau það. Bræður og systur, við þökkum fyrir stöðuga trú ykkar og bænir í þágu leiðtoga kirkjunnar. Kórinn syngur nú: Ég fylgi áformi Guðs. Að söngloknum munum við njóta þeirra ánægju að hlýða á öldung Neil L. Andersen í 12 postulasveitinni. Að honum loknum hlýðum við á Emily Bell Freeman forseta, sem þjónar sem aðalforseti stúlknafélagsins. Öldungur Karl D. Hirst af hinum 70 mun síðan tala til okkar. My dear brothers and sisters across the world, as we Kæru begin bræður og systur allan heim, við förum inn í þennan mjög sérstaka tíma aðalráðstefnu beinast augu himins örugglega að okkur. Við munum heyra rödd drottins með þjónum hans. Við munum njóta handleiðslu og huggandi áhrifa heilags anda og trú okkar mun verða styrkari. Fyrir 3 árum hóf Russell M. Nelson forseti aðalráðstefnu með þessum orðum: Hrein opinberun ykkar hjartfólku spurningar gera þessa ráðstefnu gefandi og ógleymanlega.
Ef þið hafið ekki enn leitað liðsinnis heilags anda til að hjálpa ykkur við að hlýða á það sem Drottinn vill að þið heyrið þessa 2 daga, þá býð ég ykkur að gera það núna. Gerið þessa ráðstefnu að tíma þar sem þið endurnærist á boðskap Drottins fyrir tilstilli þjóna hans. Ritningarnar tengja þessi 3 orð saman á kröftugan hátt. Trú, von, kærleikur. Gjöf vonarinnar ómetanleg gjöf frá Guði. Orðið von notað marga hluti sem við viljum sjá gerast. Til dæmis, ég vona að rigni ekki, eða ég vona að liðið okkar vinni. Ætlun mín að tala helgar og eilífar vonir okkar sem miðast við Jesú Krist og hið endurreista fagnaðarerindi og öruggar væntingar okkar fyrirheitnar blessanir réttlætisins. Von okkar eilíft líf tryggð með náð Krists og eigin vali sem gerir okkur kleift að fá þá ótrúlegu blessun að snúa aftur til okkar himneska heimilis og lifa að eilífu í friði og hamingju með himneskum föður okkar, ástkærum syni hans, trúfastri fjölskyldu okkar og dýrmætum vinum og réttlátum körlum og konum, jarðar frá hverri heimsálfu og hverri öld. Á jörðinni upplifum við gleði og sorgir þegar við erum prófuð og reyn. Sigur okkar kemur með trú á Jesú Krist þegar við yfirstígum syndir okkar, erfiðleika, freistingar, ósanngirni og áskoranir þessa jarðneska lífs. Þegar við styrkjum trú okkar á Jesú Krist, sjáum við lengra en sem nemur baráttu okkar og til blessana og fyrirheita eilífðarinnar. Eins og ljós sem vex að ljóma, lýsir vonin upp myrkvaðan heim og við sjáum dýrlega framtíð okkar. Frá upphafi hafa himneskur faðir og ástkær sonur hans óðfúsir blessað hina réttlátu með hinni dýrmætu gjöf vonar. Eftir að hafa yfirgefið garðinn var Adam og Evu kennt af engli fyrirheitið Jesú Krist. Gjöf vonarinnar upplýsti líf þeirra. Adam sagði, augu mín hafa lokist upp og í þessu lífi muni gleði njóta. Eva talaði gleðina yfir endurlaust þeirra og eilíft líf sem Guð gefur öllum þeim sem hlýða. In times of difficulty, we choose to trust the Lord in faith. We quietly pray, not by will. Eins og heilagur andi færði Adam von mun kraftur anda Drottins upplýsa hina trúið í dag og lýsa upp raunveruleika eilífslífs. Frelsarinn sendir okkur huggara heilagan anda, forunaut trúar okkar og vonar sem færir frið, ekki eins og heimurinn gefur. Frelsarinn sagði, í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughreyrstir, viðhaldi ljóma sem vonar, ég hef sigrað heiminn. Á tímum erfiðleika verðum við að treysta Drottni í trú. Við biðjum hljóðlega, verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Við finnum fyrir velþóknun Drottins á bljúgum fúsleika okkar og bíðum eftir fyrirheitum friði sem Drottinn mun senda á hans tíma. Páll postuli kendi, Guð vonarinnar mun fylla yður öllum fögnuði og friði svo að þér séuð auðugað voninni. Verið glöð í voninni, þolinmóð í þjáningunni í krafti heilags anda. Spámaðurinn Moroni vissi af eigin raun hvernig væri að eiga von á Kristi í þrengingum. Hann útskýrði skelfilegar aðstæður sínar. Ég aleinn og ég á hvorki vini né staði til að fara á. To be raised unto life eternal. Og ég gef mig ekki fram, svo þér torti mig mér ekki. A gift that grows as we increase our faith in Jesus Christ. Merkilegt á þessar dimm og einmannlegu stund mun Moroni orð föður síns sem von. Eigi maðurinn því trú hlýtur hann eiga von því að án trúar enga von að hafa. Og í hverju skal vonið af fólkin? Þér skuluð eiga von fyrir friðþægingu Krists og kraft upprissu hans
og verða reistir til eilífs lífs. To fortify our hope in a time of increasing wickedness, the Lord has Von lifandi directed gjöf, his prophet to document gjöf sem vex að aukum trú okkar á Jesú Krist. Trúin fullvissa það sem menn vona. Við byggjum upp sönnunarsteina trúar okkar með bæn, musteri sáttmálum með því að halda boðorðin, endurnæðra stöðugt af ritningunum og orðum nútíma spámanna, meðtaka sakramentið og tilbýða vikulega með öðrum trúsyskinum. Til að efla von okkar á tímum vaxandi ilsku hefur Drottinn boðið spámanni sínum að fylla jörðina af musterum sínum. Þegar við komum inn í hús Drottins, finnum við fyrir anda Guðs sem staðfestir von okkar. Musteri ber vitni tóma gröf Krists og að lífið handan hulunar haldi áfram fyrir alla. Fyrir þá sem ekki eiga eilífan lífsförunaut staðfesta helgi athafnirnar kröftuglega að sérhver réttlátur maður muni hljóta hverja fyrir hérna blessun. Það háleit von þegar ungt par krýpur við altarið til að verða innsiglað, ekki bara tíma, heldur eilíf. Það felst ómælt von fyrir okkur í loforðum sem gefin eru afkomendum okkar, hverjar sem aðstæður þeirra eru núna. Það engin sársauki, engin veikindi, ekkert óréttlæti, engin þjáning, ekkert sem getur myrkvað von okkar þegar við trúum og höldum fast í sáttmála okkar við Guð í húsi Drottins. Það hús, ljós hús og vonar. Við fellum sorgartár þegar við sjáum sorg og örvæntingur hjá þeim sem eiga enga von í Kristi. Ég horfi nýlega úr fjarlægu hjón sem á sínum tíma höfðu trú á Krist en ákváðu síðan að láta af trú sinni. Þau voru farsæl í heiminum, þau nutu vitsmuna sinna og höfnunar trúar sinnar. Allt virtist ganga vel þar til eiginmaðurinn enn ungur að árum og orkumikill veiktist skyndilega og féll frá. Eins og sólmyrkvi höfðu þau útilokað ljós sonarins og niðurstaðan var sólmyrkvi vonarinnar. Eiginkonan í eigin vantrú fannst hún nú ráðvillt, sárlega óundirbúin, ófær að hugga börnin sín. Vitsmunir hennar höfðu sagt að líf hennar var í fullkomnu lagi þar til hún gat skyndilega ekki séð morgundaginn. Örvænting hennar olli myrkri og ringulreið. Leyfið mér að bera sársaukafulla örvæntingu hennar saman við von annarar fjölskyldu á Krist á átakanlegum tíma. Fyrir 21 ári var flogið með nýfæddan son frænda míns, Ben Andersen og eiginkonu hans Robbie með bráðaflugi frá bændasamfélagi þeirra í Idaho til Salt Lake City. Ég kom á spítalan og Ben útskýrði hið alvarlega og lífshættulega ástand á hjarta barnsins. Við lögðum hendur okkar á litla höfuðið á Trey. Drottinn blessaði hann með áframhaldandi lífi. Trey fór í skurðaðgerð á fyrstu viku ævi sinnar og fleiri skurðaðgerðir fylgdu í kjölfarið. Eftir því sem árin liðu varð ljóst að Trey þyrfti að fá hjartaígræðslu. Jafnvel þó líkamleg geta hans var í takmörkuð styrktist trú hans. Hann skrifaði: Ég hef aldrei vorkennt sjálfur mér vegna þess að ég hef alltaf vitað mikilvægi þess að trúa á Jesú Krist og vitnisburðinn sálu hjálpar áætlunina. Trey var með í símanum sínum þessa tilvitnun í Russell M. Nelson forseta. Gleðin sem við finnum hefur lítið að gera með okkar lífsins aðstæður, en þess meira með það sem við einblínum á í lífinu. Trey skrifaði: Ég hef alltaf hlakkað til að þjóna í fasta trúboði, en læknarnir mínir munu ekki leyfa mér að þjóna í trúboði fyrir en að minnstakosti ári eftir ígræðsluna mína. Ég hef sett trú mína á Jesú Krist. Trey var spenntur fyrir því að vera tekin inn í bókhaldsnám við BYU frá og með þessari en enn spenntari seint í júlí þegar hann fékk símtalið sem hann hafði beðið eftir með mikilli eftirvæntingu að koma á sjúkrahúsið í hjartaígræðsluna sína. 1 árið sagði Trey og ég mun fara í trúboðið mitt. Það voru miklar væntingar þegar hann kom inn á skurðstofuna.
Hins vegar komu upp hörmulegir fylgikvillar meðan á aðgerðinni stóð og Trey komst aldrei til meðvitundar. Móðir hans Robbie sagði: Föstudagurinn hafði verið dagur mikillar hjartasorgar. Einungis reynt að átta sig á þessu. Ég fór seint að sofa til þess að vinna úr þessu öllu saman. En á laugardaginn vaknaði ég með algjöra gleði tilfinningu. Þetta var ekki bara friður, þetta var ekki afneitun. Ég fann gleði fyrir son minn og ég fann gleði sem móðir hans. Ben hafði vaknað miklu fyrr en ég og þegar við fengum loksins tækifæri til að tala, hafði Ben vaknað með nákvæmlega sömu tilfinningu. Ben útskýrði: Skýrleiki kom yfir sál mína þegar Guð kenndi mér með sínum heilaga anda. Ég vaknaði klukkan 4 að morgni og fylltist ólýsanlegum friði og gleði. Hvernig þetta mögulegt? Fráfall Treys svo sárt og ég saknaði svo mikið. En Drottinn lætur okkur ekki vera án huggunar. Ég hlakka til ánægjulegra endurfunda. Trey hafði skrifað þessi orð úr ráðstefnuræðu Russells M. Nelson forseta í dagbók sína. Það virðist til að mynda ekki mögulegt að finna gleði þegar barnið manns þjáist af ólæknandi sjúkdómi eða þegar við missum atvinnuna eða þegar maki okkar ótrúr. Það samt einmitt slíka gleði sem frelsarinn býður okkur. Gleði hans varanleg og fullvissandi að þrengingar munu aðeins vara örskama stund og verða okkur til farsældar. Bræður og systur, friðurinn sem þið leitið að kemur kannski ekki eins fljótt og þið viljið, en ég lofa ykkur að þegar þið treystið á Drottinn mun friður hans koma. Megum við rækta dýrmæta trú okkar, sækja fram með fullkominni birtu vonar. Ég ber vitni að von okkar frelsari okkar Jesús Kristur. Fyrir hann munu allir okkar réttlátu draumar rætast. Hann lifir og elskar ykkur í nafni Jesú Krists. Amen. Nýlega fékk eiginmaður minn, Greg, greiningu sem myndi krefjast mikillar skurðagerðar og margra mánaða lyfjameðferðar. Eins og mörg ykkar sem hafið lent í slíkum aðstæðum tóku við þegar í stað að biðja hjálp heimins og mátt Guðs. Sunnudaginn eftir aðgerð Gregs var okkur fært sakramentið í sjúkrastofuna til okkar. Í þetta skipti var ég svo eina sem móðurtók sakramentið. 1 brauðbita, 1 bolla af vatni. Í kirkjunni beinist hugur minn oft að útburðarfyrirkomulagi sakramentisins, undirbúningnum, blessuninni og útdelingunni. Þennan eftirmiddag hugaði ég hins vegar það máttargjöf Guð sem í boði með sjálfri helgiathöfninni og sáttmálsloforðinu sem ég var að gera ég tók við brauðbitanum og vatnsbollanum. Á þessum tíma þurfti ég á krafti frá himnum að halda. Mitt í miklum hugarangri, örmögnun og óvissu hugsaði ég þessa gjöf sem myndi veita mér aðgang að mætti hans sem ég þurfti svo innilega á að halda. Að meðtaka sakramentið myndi auka samfélag mitt við að anda Drottins, veita mér aðgang að máttargjöf Guðs, þar með talið þjónustu engla og virkjandi mætti frelsarans til að sigrast á aðstæðum. Ég held að ég hafi aldrei gjört mér svo skýra grein fyrir því áður að það skiptir ekki aðeins máli hverjir framkvæmdu helgiathöfnina. Það sem helgiathöfnin og sáttmálsloforð okkar ljúka upp verðskulda líka athygli okkar. Helgiathöfnir prestamissins og sáttmálsloforð gera Guði mögulegt að helga okkur og gera kraftaverk í lífi okkar. En hvernig gerist þetta? Í fyrsta lagi, til þess að helgiathöfn staðfesti mátt Guðs í lífi okkar, verður hún að vera framkvæmd með valdi frá syni Guðs.
Útburða fyrirkomulagið mikilvægt. Faðirinn fól Jesú Kristi lyklana og valdið til að hafa umsjón með veitingu prestamis helgi athafna hans. Undir hans handleiðslu innan reglu prestamis hans hafa synir Guðs verið vígðir til að vera staðgenglar sonar Guðs. Í öðru lagi gerum við ekki bara sáttmálsloforð, við verðum að halda þau. Í mörgum helgi athöfnum fagnaðarerindisins gerum við helga sáttmála við Guð. Hann lofar að blessa okkur þegar við höldum þessa sáttmála. Gerum við okkur grein fyrir að það samþætting helga athafna prestamisins og þess að halda sáttmálsloforð sem að gerir okkur mögulegt að virkja mátt Guðs? Þennan eftirmiddag velti ég fyrir mér hvort ég, sáttmálsdóttir Guðs, skildi fyllilega hvernig hægt væri að fá aðgang að máttargjöf Guðs gegnum helgi athafni prestamisins og hvort ég gerði mér í raun grein fyrir því hvernig máttur Guðs starfaði innra með mér. Árið 2019 barst konum kirkjunar spámannlegt boð sem kenndi okkur hvernig virkja á mátt frelsarans í lífi okkar. Russell M. Nelson bauð okkur að læra kenningu og sáttmála 25. Opinberun sem gefin var M. Smith í Harmony í Pennsylvania. Það hefur breytt lífi mínu að meðtaka þetta boð. Í síðasta mánuði fékk ég óvænt tækifæri til að heimsækja Harmony. Þar undir hlyntrjánum var prestamið endurreist Joseph Smith og Oliver Cowdery. Nálægt þessum trjám eru útidyrnar á húsi Jósefs og Emmu. Gengt arninum í þessu húsi gluggi. Ég stóð við gluggan og velti fyrir mér hvað Emma gæti hafa hugsað hún horfði út af trjánum. Í júlí 1830 var Emma 26 ára gömul. Hún var svo ung. Hún hefði verið gift í 3,5 ár. Hún hefði mist ungt sveinbarn sitt fyrsta. Litla gröfin hans spölkorð frá húsinu hennar niður með götunni. Það var ekki erfitt fyrir mig að ímynda mig hvað hafi fyllt huga hennar þar sem ég stóð við gluggan. Vissulega hafði hún áhyggjur af fjárhag þeirra, auknum ofsóknum sem ógnuðu öryggi þeirra, framtíð þeirra. Samt var verk Guðs hvarvetna umhverfis. Velti hún líka fyrir sér stöðu sinni í áætluninni, tilgangi sínum í ríki hans og möguleikum sínum í augum Guðs? Ég held hún gæti hafa gert það. Rétt handan vegarins höfðu gjöf og lykla prestamennsvalds Guðs verið endurist á jörðu. Á þessum tíma þurfti Emma raunverulega á krafti frá himnum að halda. Mitt í miklum hugarangri, örmögnun og óvissu ímynda ég mér að Emma hafi hugsað þessa gjöf prestamenns Guðs sem gæti leyst úr læðingi máttinn frá honum sem hún þurfti svo innilega á að halda. Emma stóð samt ekki bara við gluggan og hugleiti. Meðan spámaðurinn Jósef hlaut fræðslu lykla embætti helgi athafnir og hvernig aðstoð ætti við þjónustu prestamennsins veitti drottinn sjálfur með spámanni sínum Emmu opinberun. Ekki Emmu líknarfélagsforsetanum í Nauvoo, heldur var þessi opinberun gefin henni 26 ára gamlu Emmu í Harmony. Fyrir opinberun myndi Emma læra hina innri helgun og sáttmálstengingu sem myndi auka getu þessara helgi athafna prestamennsins til að virka í lífi hennar. Í fyrsta lagi myndi drottinn Emmu á stöðu hennar í áætlun hans, þar á meðal hver hún væri og hvers hún væri. Dóttir í ríki hans. Henni var boðið að ganga á vegi dygðarinnar. Vegi sem innihélt helgi athafnir sem myndu leysa á læðingi mátt Guðs ef Emma héldi sér fast við sáttmála sína. Í öðru lagi gaf drottinn henni tilgang á tímabili mikilla sorgar. Emma var ekki bara með sæti á fremsta bekki endurreisninni, heldur var hún nauðsynlegu þáttakandi í því starfi sem átti sér stað. Hún yrði sett í embætti til að útskýra ritningar og hvetja kirkjuna. Tími hennar yrði nýttur til skrifta og mikils lærdóms. Emmu var falið heilagt hlutverk við að búa hina heilugu undir tilbeiðslu. Söngvar þeirra til drottins yrðu meðteknir sem bænir og svarað með blessun yfir höfðum þeirra. Að lokum útskýrði drottinn ferli innri helgunar sem myndi búa Emmu undir upphafningu.
En gjörir þú það ei, útskýri Drottinn fyrir henni, kemst þú ekki þangað sem ég er. Ef við lesum kafla 25 vandlega uppgötum við mikilvæga framþróun sem á sér stað. Emma átti eftir að fara frá því að vera dóttir í ríkinu í það að vera kjörin kona og síðan drottning. Helgiathafnir Arons og Melkísedeks prestamissins ásamt því að hún héldi sáttmálsloforð sín áttu eftir að auðga samfélag hennar við andan og við engla sem gerði henni mögulegt að stýra lífi sínu með guðlegri leiðsögn. Með guðlegum mætti sínum myndi Guð lækna hjarta hennar, auka getu hennar og umbreyta henni í þá útgáfu af sjálfri sér sem hann vissi að hún gæti orðið. Og fyrir helgiathafni Melkísedeks prestamissins myndi kraftur guðlegans opinberast í lífi hennar og Drottinn myndi svipta frá hulunni svo hún gæti öðlast skilning frá honum. Svona lítur það út þegar máttur Guðs að verki innra með okkur. Russell M. Nelson forseti kendi. Allt sem gerðist í Harmony afar mikilvægt í lífi ykkar. Endurreist prestamissins ásamt leiðsögn Drottins til Emmu getur leitt og blessað hvert ykkar. Það krefst þess sama af ykkur að fá aðgang að mættir Guðs og Drottins kendi Emmu og okkur öllum að gera. Það voru mikilvægir hlutir að gerast beggja vegna gluggans í Harmony. Þar á meðal opinberunin sem gefin var hinni kjörnu konu sem Drottinn hafði kallað. Opinberun sem myndi styrkja, hvetja og leiðbeina Emmu Smith, dóttur Guðs. Þegar barnabarni okkar Ísabellu var gefin nafn og blessun, blessaði faðir hennar hana með skilningi á prestaminu, að hún myndi halda áfram að vaksa og læra þá blessun sem það myndi veita í lífi hennar og að trú hennar á prestaminu myndi vaksa hún yxi að skilningi. Það ekki oft sem lítil stúlka hlýtur blessun að skilja prestamið og læra hvernig þessar helgiathafnir og þessi sáttmálslofur muni hjálpa henni að fá aðgang að mætti Guðs. Ég myndi þó eftir Emmu og hugsaði með mér, af hverju ekki? Þessi litla dóttir getur orðið kjörin kona í ríki hans og að lokum drottning. Með helgiathöfnum prestamissins og með því að hún haldi sáttmálsloforð sín mun máttur Guðs vinna í henni og gegnum hana til að hjálpa henni að sigrast á öllu sem lífið færir og vera svo kona sem Guð veit að hún getur orðið. Þetta nokkuð sem mig langar til að allar stúlkur í ríkinu skilji. Lifið í samræmi við forréttindi ykkar. Lærið hvernig helgiathafnir prestamissins og sáttmálslofur munu gera mætti Guðs mögulegt að streyma í lífi ykkar af meiri skilvirkni með því að vinna í og gegnum ykkur, styrkja ykkur og búa ykkur undir að ná möguleikum ykkar og tilgangi að fullu. Kannið vandlega og hugleiði helgiathafnir Arons og Melkísedeks prestamissins, sáttmálslofurinn sem við gerum í hverri þeirra og þann mátt Guðs sem við höfum aðgang að með þessum helgiathafnum. Hafið hugfast að það skiptir ekki aðeins máli hverju framkvæma helgiathöfnina, þar sem helgiathöfnin og meðfylgjandi sáttmáli hennar ljúka upp verðskulda líka athygli ykkar. Að neyta brauðsins og vatnsins vikuleg áminning að máttur hans vinnur í ykkur til að hjálpa ykkur að sigrast á aðstæðum. Að bera klæði hins heilaga prestamiss dagleg áminning að máttargjöf hans sem vinnur í ykkur og hjálpar ykkur að þróast. Við höfum öll aðgang að máttargjöf Guðs. Í hvert sinn sem við meðtökum sakramentið, í hvert sinn sem við förum inn fyrir þröskuld musterisins. Þetta hátindur hvíldardags míns. Þetta ástæða þess að ég með musteris meðmæli mín mikils. Í helgiathöfnum þess opinberast kraftur guðleikans. Þessa gjöf ber ég vitni í nafni Jesú Krist. Amen. Before I begin, Áður en ég byrja, vil ég segja ykkur að liðið hefur tvö barna minna við ræðupúltið. Ég hef aldrei fundið sterkari tengingu við þau en á þessari stundu. Í fjölskyldun okkar eru 6 börn.
has 6 children. sem stundum stríða hvert öðru með því að segjast vera uppáhaldsbarnið. Each has different Hvert og eitt hefur mismunandi ástæðu fyrir því að vera uppáhaldi. Elska okkar til sérhvers barn og okkar hrein, uppvillandi og algjör. Við gætum ekki elska eitt þeirra meira en annað. Hverri fæðingu fylgdi hinn fallegasta aukning á elsku okkar. Ég tengi mest við elsku himnesk föður til mín með elskunni sem ég ber til barna minna. Þar sem þau hvertu sig segjast vera mest elskað barnið, gætu þau haldið að í fjölskyldu okkar hafi aldrei verið ósnyrtilegt svefnherbyggi. Tilfinning fyrir göllum í sambandi foreldris og barns minnkar með því að einblína á elsku. Á einhverju tímapunkti, kannski vegna þess að ég sé að við stefnum í óumflýjanlegar fjölskyldu óeirðir, segi ég stundum eitthvað eins og allt í lagi, þið hafi gert mig úrvinda, en ég ætla ekki að lýsa því yfir. Þið viti hvert ykkar uppáldi hjá mér. Markmið mitt að hverju og einu hinna 6 finnist þau hafa unnið sigur og okkar sem forðað frá allsherjar stríði, að minnstakosti þangað til næst. Í Guðspjalli sínu lýsir Jóhannes sjálfum sér sem lærisveinunum sem Jesús elskaði, eins og það fyrirkomulag var á einhvern hátt einstakt. Ég tel að það hafi verið vegna þess að Jóhannes upplýði sem fullkomlega elskaðan á Jesú. Nefi veitti mér álíka tilfinningu þegar hann ritaði, ég miklast í Jesú mínum. Auðvitað frelsarinn ekki Nefís frekar en Jóhannesar, en samt leiddi persónulegt eðli sambands Nefi við sinn Jesú að hann þessari ljúfu lýsingu. Ekki yndislegt að við finnum stundum fyllilega og persónulega fyrir athygli og elsku? Nefi getur kallað hann sinn Jesú og það getur við líka. Elskara frelskar okkar æðsta, göfugasta, sterkasta tegund ástar og hann veitir hennar þar til við erum mett. Guðleg elska verður aldrei uppurinn og hvert okkar í miklu uppáhaldi. Elska Guðs eins og hlutmengi í vennmynd þar sem við öll skörumst. Hvaða hlutar af okkur sem virðast mismunandi, þá finnum við samlyndi í elsku hans. Nokkuð skrítið að æðstu boðurinn sé að elska Guð og þá sem umhverfis eru. Þegar ég sé fólk sýna hvort öðru kristilegan kærleika, finnst mér svo elska innihalda meira en bara elsku þess. Þetta kærleikur sem felur einn í sig guðleika. Þegar við elskum hvert annað á þennan hátt, eins og fullkomlega og fyllilega við getum, tekur himinin líka þátt. Ef einhver sem okkur kær virðist fjarlægur frá tilfinningu guðlegs kærleika, getum við fylgt þessari forskrift með því að gera það sem færir okkur sjálf nær Guði og síðan það sem færir okkur nær þeim. Ósagða ábendingu að koma til Krists. Ég vildi geti sest niður með ykkur og spurt í hvaða aðstæðum þið getur skynjað elsku Guðs. Í hvaða ritningaversi, í hvaða tiltekna þjónustuverki, hvar væru þið, í hvaða tónlist, með hverjum. Aðalráðstefna góður staður til að læra það hvernig tengjast má kærleika himins. Finnst ykkur þið kannski vera vísfjarri kærleika Guðs, ef þið villi kór, vonleysisradda og myrkus sem áhrif á hugsanir ykkar. Boðskapur sem segir ykkur að þið séu ofsærð, ráðvillt, of veikburða og lítilsvirt, of ólík eða áttavilt til að réttlæta himneska elsku á nokkurn hátt. Ef þið heyrið þessar hugmyndir, heyrið þó þetta. Þessar raddir eru einfaldlega rangar. Við getum full sjálfstraust virt af vettugi þá bresti sem ger okkur á nokkurn hátt vanhæf þess að hljóta himneska elsku. Í hvert sinn sem við syngjum sálmi sem minn okkur á að áskjær og gallalis frelsari okkar valdi að vera marinn, brotinn og sundurtættur okkar vegna. Í hvert sinn sem við meðtökum brotið brauð, fjarlægir Jesús vissulega alla skömm frá þeim sem brotnir eru. Með því að verða brotinn fullkomist hann og hann getur fullkomnað okkur. Hvernig sem við erum brotinn. Hann var brotinn, einmana, tættur og marinn. Og okkur kann að finnast við vera það. En aðskilin kærleika Guðs, það eru við ekki. Brotið fólk, fullkomin kærleikur, eins og segir í laginu. Þið gætu vitað eitthvað sem engin veit ykkur, sem veldur því að ykkur líður eins og ekki sé hægt að elska ykkur. Hversu rétt sem þið kunnið að hafa fyrir ykkur varandi það sem þið vitum ykkur sjálf, þá er rangt að halda að þið hafi gert ykkur viðskila við kærleika Guðs. Við erum stundum grimmari og óþolumóðari gagnvart okkur sjálfum, en við getum nokkuð tíman ímyndað okkur og við værum gagnvart öðrum. Við höfum margt verið stafn í þessu lífi, en sjálfsfyrirlitning og skammaleg sjálfsfordæming ekki á listanum.
Hversu afmyndu sem okkur kann að finnast við vera, þá hönd hans ekki á stutt. Nei, hún alltaf nægilega löng til að ná til okkar og faðma hvert og okkar að sér. Þegar við finnum ekki hlýju guðlegrar elsku, þá hefur hún ekki horfið. Orð Guðs sjálfs eru, því að þótt fjöllin bifist og hæðirnar haggist, með kærleikur hans til okkar ekki bifast. Svo það sé á hreinu, þá ætti hugmyndunum að Guð sé hættur að elska að vera svo aftarlega á lista mögulegra skýringa í lífinu að við komumst ekki að henni fyrir en eftir að fjöllin eru farin og hæðirnar horfnar. Ég hef mjög gaman að þessari tákmynd að fjöll séu staðfesting og fullvissun elsku Guðs. Þetta áhrifamikla ták fléttast í frásagnir þá sem fara á fjöll til að meðtaka opinberun og í lýsingu Jessa á því að fjallið sem hús drotti stendur á beri yfir hæstu fjallstinda. Hús drottins heimili okkar, dýrmætustu sáttmála og staður fyrir okkur öll til að hvílast og sökkva djúpt í vísbendingarnar elsku föður okkar til okkar. Ég hef líka notið þeirra huggunar sem veitir sál minni þegar ég vef mig betur inn í skírnarsáttmála minn og finn eitthvað sem syrgir, missi eða hryggur yfir vonbrigðum og ég reyna að hjálpa slíkum að halda í og vinna á tilfinningum sínum. Getum við einhvern hátt sokkið okkur betur niður í hinn dýrmæta sáttmálsaleika, Hesed. En ef elska Guðs yfirgefur okkur ekki, af hverju finnum við þá hann ekki alltaf? Bara til að slá á væntingar ykkar, ég veit það ekki. En að vera elskur tvímælalaust ekki það sama og finnast maður elskaður. Og ég hef nokkra hugsanir sem getur hjálpað ykkur með að leita svara við þeirri spurningu. Kannski glímið við sorg, þunglyndi, svik, einmanaleika, vonbrigði eða aðra áhrifamikla truflun og getu ykkar til að skynja elsku Guðs til ykkar. Ef svo geta þessi hluti sljókað eða stöðva getu okkar til að skynja eins og myndum annað skynja. Ef þið getið þið nokkuð tíma ekki geta skynja kærleika hans og þekkingin verður að nægja. Ég velti því samt fyrir mér hvort þið getur gert tilraun á þolinmæði með mismunandi leiðir til að tjá og taka á móti guðlegum kærleika. Getið þið tekið skref aftur og bak frá því sem fyrir framan ykkur og kannski eitt skref til viðbótar þar til þið sjáið víðara landslag. Víðara og víðara ef nauðsyn krefur. Þar til þið bókstaflega hugsið himneskt. Vegna þess að horfa á stjörnurnar og minnist ótal heima og þar með skapara þeirra. Fuglasöngur, að finna fyrir sólinni eða andvaranum eða rigningun á húminni og þau skipti þegar náttúran fyllir með lotningu gagnvart Guði. Hvert sigur átt sinn þátt í að veita mér himneska tengingu. Ef til vill getur huggun trúfastra vina hjálpað, kannski tónlist eða þjónusta. Hafið haldið skráið að dagbók yfir þau skipti þegar samband ykkar við Guð varð ykkur skýrara. Kannski getið boðið þeim sem þið treystið að deila þeirra uppbreyttum guðlegra tengsla með ykkur en þið sækist eftir líkn og skilningi. Ég velti því fyrir mér. Ef Jesús myndi velja stað þar sem þið og hann gætu hist, afvikinn stað þar sem þið gætu einbeitt ykkur eingöngu á honum, myndi hann þá velja sérstaka stað þjáninga ykkar? Stað ykkar innlaustu þarfa, þangað sem engin annar getur farið. Einhver staður þar sem þið eru svo einmana að þið hljóti sannarlega að vera alein, en samt ekki alveg. Staðar sem kannski aðeins hann hefur ferðast til, en hefur í raun þegar undirbúið að hitta ykkur þar. Þegar þið komið. Ef þið bíðið þess að hann komi, gæti hann þá þegar verið þar og innan seilingar. Ef ykkur fyllt elsku á þessu tímabili lífs ykkar, reynið þá að halda jafnvel í hana og sigti heldur vatni. Skverti því hvert sem þið farið. Eitt af kraftaverkum hins guðlega hagkerfis er þegar við reynum að miðla kærleika Jesú, finnum við okkur sjálf fyllast hinni margþættu reglu að hver sem týnir lífi sínu vegna mín vegna mun finna það. Að vera fylltur elsku Guðs verndar okkur í stormum lífsins, en gerir líka gleðistunnar enn gleðilegri. Hamingjudagar okkar þar sólin skín á himni verða enn bjartari af sólskinin í sál okkar. Við skulum verða rótfest og grundvölluð í Jesú okkar og kærleika hans. Við skulum leita að og varvita upplifunni þess að finna kærleika hans og kraft í lífi okkar. Gleði fagnaðarerindi stendur öllum til boða, ekki aðeins hinum hamingjusömu, ekki aðeins hinum niðurlútu. Gleði tilgangur okkar, ekki gjöf aðstæðna okkar. Við höfum gilda ástæðu til að fyllast fögnuði og elsku til Guðs og allra manna. Látum okkur uppfyllast í nafni Jesú Krists. Amen.
as directed. Við merki frá stjórnanda með söfnuðurinn taka undir með kórnum í söngnum vor Guð hefur spámönnum gefið sitt mál. Við hlýðum síðan á Öldung Dale G. Renlund í 12 postulasveitinni. Að honum loknum hlýðum við á öldungana David P. Homer og Gregorio E. Casellas af hinum 70. This is the Saturday morning session of the 194th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Þetta útsending frá laugardagsmorgunhluta 194. árlegrar aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krists hinna síðari daga heilugu. For centuries, Öldum saman var svart púður öflugasta sprengiefnið sem völ var á. Það gat skotið pappbyssukúlum, en það var ekki árangursríkt fyrir flestar námuvinnslu og vegaframkvæmdir. Það var bara of kraftlítið til að brjóta grjótið. Árið 1846 bjó ítalskur efnafræðingur að nafni Asciano Sobreo til nýtt sprengiefni, nitróglyserín. Þessi olíukenndi vökvi var að minnstakosti 1000 sinnum öflugri en svarta duftið. Það gæti auðveldlega splundrað bergi. Því miður var nitróglyserín óstöðugt. Ef maður misti það úr lítillega hæð þá sprakk það. Ef það hitnaði og mikið þá sprakk það. Ef það var þá kalt þá sprakk það. Jafnvel þó það væri sett í kalt herbyggi og skilið þar eftir myndi það að lokum springa. Flest lönd bönnuðu innflutning þess og mörg bönnuðu framleiðslu þess. Árið 1860 hóf sænskur vísindamaður að nafni Alfred Nobel tilraunir til að koma á stöðuleika í nitróglyseríni. Eftir 7 ára tilraunum
náði hann markmiði sínu með því að fá næstum verðlaust efni sem kallast kísilgúr til að drekka í sér nítróglyserínið. Kísilgúr glúft steinefni sem hægt að mylja í fínt duft. Þegar kísilgúr blandað með nítróglyseríni, drekkur kísilgúrin nítróglyserínið í sig og myndar mauk sem hægt að móta í stangir. Á þessi formi var nítróglyserínið mikið stöðugra. Það var hægt að geyma það örugglega, flytja og nota það með óskertum sprengikrafti. Nobel nefndi samsetningu nítróglyserínsins og kísilgúrs dínamít. Dínamít breytti heiminum. Það gerði Nobel einnig og íðugan. Án stöðuleika efnis var nítróglyserín hreinlega of hættuleg til að vera fjárhagslega verðmæt eins og Ascani og Sebreo komst að. Eitt og sér hafði stöðuleika efni kísilgúr takmarkað verðgildi. En samsetning þessara tveggja þátta gerði dínamít stökkbreytt og dýrmætt. Á svipaðan hátt veitir samsetning fagnaðarerindis Jesú Krists hinna síðardaga heilugu okkur áhrifamikinn og umbreytandi ávinning. Fagnaðarerindið fullkomið, en guðlega skipuð kirkja nauðsynlega til að prédika það. Viðhalda hreinleika þess og framkvæma helgiathafnir með krafti og valdi frelsarans. Íhugið samsetningu fagnaðarerindis frelsarans og kirkju hans, eins og hún var sett fram af spámanninum Alma í Mormonsbók. Kirkjan bar ábyrgð á að prédika ekkert annað en iðrun og trú á Drottinn sem myndi endurleysa fólk hans. Kirkjan notaði valdsumboð Guðs og bar ábyrgð á framkvæmd helgiathafnar skírnar í nafni Drottins til að vitna inngöngu í sáttmála við hann að þjóna honum og halda boðorð hans. Fólki sem skírðist tók á sig nafn Jesú Krists, gekk í kirkjuna hans og var lofað miklum krafti með úthellingu andans. Fólk flyktist að Mormonsvetnum til að hlýða á Alma prédika fagnaðarerindið. Þótt þau virtu þessi vötn og skógana í kring, þá var kirkja Drottins hvorki staðsetning né bygging, né hún það í dag. Kirkjan einfaldlega bara venjulegt fólk, lærisveinar Jesú Krists, sem koma saman og skipuleggja sig í guðlegt tilnefnt skipulag sem hjálpar Drottni að framfylgja tilgangi sínum. Kirkjan verkfærið sem við notum til að læra meginhlutverk Jesú Krists í áætlun himnes föður. Kirkjan býður einstaklingum upp á áreiðanlega leið til að taka þátt í helgiathöfnum og gera varanlega sáttmála við Guð. Að halda þessa sáttmála færir okkur nær Guði, veitir okkur aðganga krafti hans og breytir okkur í það sem hann ætlar okkur að verða. Rétt eins og dínamít án nítróglyseríns ómerkilegt, þá kirkja frelsarans einungis einstök ef hún byggð á fagnaðarerindi hans. Án fagnaðarerindis frelsarans og valdsins til að framkvæma helgiathafnir þess kirkjan ekkert sérstök. Án stöðuleika áhrifa kísilgúrs hafði nítróglyserín takmarkað gildi sem sprengiefni. Eins og sagan hefur sýnt, var skilningur mannkyns á fagnaðarerindi hans sömuleiðis óstöðugur án kirkju Drottins, hætt var á kenningarlegu fráhvarfi og háður áhrifum slíkra trúarbragða, menningarheima og heimspeki. Sambland þessara áhrifa hefur sýnt sig á öllum ráðstöfunartímum fram að þessari síðustu. Þó að fagnaðarerindi hafi upphaflega verið opinberað í hreinleika sínum, þá tók túlkun og beiting þess smám saman á sig mynd guðleika sem skorti kraft vegna þess að hinn guðlega heimilega umgjörð var ekki til staðar. Kirkja Jesú Kristina síðardaga heilugu tryggir aðganga krafti Guðs, því hún hefur valdsumboð frá honum, bæði til að kenna kenningu Krists og til að framkvæma frelsandi og upphefjandi helgiathafnir fagnaðarerindisins. Frelsarinn þráir að fyrirgefa syndir okkar,
hjálpa okkur að fá aðgang að krafti sínum og umbreyta okkur. Hann þjáðist fyrir syndir okkar og þráir að leysa okkur undan þeirri refsingu sem við annars myndum verðskulda. Hann vill að við verðum heilög og fullkomnumst í sér. Jesús Kristur hefur máttinn til að gera þetta. Hann hafði ekki bara samúð með ófullkomleika okkar og harmaði eilífa fordæmingu okkar af völdum syndar. Nei, hann gekk lengra en það, óendanlega lengra en það, og endurreisti kirkju sína til að veita aðgang að krafti sínum. Kjarni þess fagnaðarerindis sem kirkjan kennir að Jesús Kristur bar vorar þjáningar og vor harmkvæli. Hann lét synd vora alla koma niður á sér. Hann leið með þolinmæði á krossi, rauf helsi dauða, steig upp til himins og settist til hægri handar Guði til að krefja föðurinn rétt sinn til miskunnar. Frelsarinn gerði þetta allt vegna þess að hann elskar föður sinn og hann elskar okkur. Hann hefur þegar greitt hið óendanlega gjald svo að hann geti krafist allra þeirra sem á hann trúa og tala máli þeirra, okkar máli. Jesús Kristus þráir ekkert heitar en að við iðrumst og komum til hans, svo að hann geti réttlætt okkur og helgað. Í þeirri þrá hann óþreytandi og óhagganlegur. Sáttmáls aðgangurinn að krafti hans fyrir tilstuðlan kirkjunar. Samsetning fagnaðarerindis frelsarans og kirkju hans umbreytir okkur. Hún umbreytir móðurömmu minni og afa. Afi minn Óskar Andersson vann í skipasmíðastöð á Högmarsu, eyju í eyjaklassanum við Stockholm. Eiginkona hans, Albertína og börn þeirra byggu á meginlandi Svíþjóðar. Einu sinni á 2 vikna fresti á laugardegi réri Óskar bát sínum heim fyrir helgina áður en hann sneri aftur til Högmarsu á sunnudagskvöldið. Dag einn meðan hann var á Högmarsu heyrði hann svo 2 bandaríska trúboða predika hið endurreista fagnaðarerindi Jesú Krists. Óskari fannst að það sem hann heyrði væri hreinn sannleikur og fylltist ólýsanlegri gleði. Næst þegar hann kom heim, sagði Óskar Albertínu allt trúboðanum. Hann sagðist trúa því sem þeir kenndu. Hann bað hana að lesa bæklingana sem þeir hefðu afhent honum og hann sagði henni einnig að honum fyndist að ekkert tilvonandi barna þeirra ætti að skýrast ungbarnaskýr. Albertína var bálreið og henti bæklingnum á ruslahauginn. Ekki fór mikið á milli þeirra áður en Óskar sneri aftur til vinnu á sunnudagskvöldi. Leið og hann var farinn sótti Albertína þessa bæklingja. Hún bar kenningar þeirra vandlega saman við kenningarnar í henni vel notuðu biblíu sinni. Og hún var furðu lostin að komast að því að það sem hún las var sannleikur. Næst þegar Óskar kom heim var honum vel tekið, sem og eintækinu af Mormónsbók sem hann hafði meðferðis. Albertína las af ákefð og bar kenninguna aftur saman við kenninguna í biblíunni. Líkt og Óskar tekti hún hreinan sannleika og fylltist ólýsanlegri gleði. Óskar, Albertína og börnin þeirra fluttu til Högmarsu til að vera nálægt þeim fáu kirkjumeðlumum sem það voru. Viku eftir að Óskar og Albertína voru skírð árið 1916 var Óskar kallaður til að vera hópstjóri á Högmarsu. Líkt og margir trúskiptingar, þá urðu Óskar og Albertína fyrir gagnrýni vegna sinnar nýju trúar. Bændur á svæðinu neituðu að selja þeim mjólk og því réri Óskar yfir fjörðinn á hverjum degi til að kaupa mjólk af umburðarlyndari bónda. Næstu árin jókst þó meðlimafjöldi kirkjunnar á Högmarsu. Að hluta til vegna sterks vitnisburðar Albertínu og brennandi trúboðskostgefni. Þegar hópurinn varð að grein var Óskar kallaður sem greinaforsetinn. Eyjan var meðlimum Högmarsu greinarinnar mjög kær. Hún var þeirra Mormónsvötn. Þar hlutu þau þekkingu og lausnara sínum.
Over the years, Þegar þeir héldu skírnarsáttmála sína í áranna rás, þá umbreyttist Óskar og Albertína fyrir kraft Jesú Krist. Þau þráðu að gera fleiri sáttmála og fá musterisblessanir sínar. Til að hljóta þessar blessanir fluttu þau búferlum frá heimili sínu í Svíþjóð til Salt Lake City árið 1949. Óskar hafði þá verið leiðtogi meðlimanna á Högmarsjö í 33 ár. Samsetning nitróglýseríns og kísilgúrs gerði dínamít dýrmætt. Samsetning fagnaðarerindis Jesú Krist og kirkju hans verður ekki metin til fjár. Óskar og Albertína heyrðu hið endurreista fagnaðarerindi vegna þess að spámaður Guðs hafði kallað trúboða, falið þeim verkefni og sent á til Svíþjóðar. Trúboðarnir kenndu kenningunum Krist með guðlegri skipan og með prestamennsvaldi skýrðu þeir Óskar og Albertínu sem meðlimir héldu Óskar og Albertínu áfram að læra, þroskast og þjóna öðrum. Þau urðu síðari daga heilög vegna þess að þau héldu sáttmálana sem þau gerðu. Frelsarinn vísa til kirkju Jesú Kristi síðari daga heilögu sem sinnar kirkju vegna þess að hann hefur falið henni að uppfylla tilgang sinn, að boða fagnaðarerindi sitt, bjóða helgiathöfnir sínar og sáttmála og gera krafti sínu mögulegt að réttlæta og helga okkur. Án kirkju hans ekkert valdsumboð, engin prédikun og opinberum sannleika í hans nafni, engar helgiathafnir eða sáttmálar, engin birtingarmynd kraftar Guðleikans, engin breyting í það sem Guð vill að við verðum og áætlun Guðs fyrir börn hans er til einskins. Kirkjan á þessum ráðstöfunartíma óaðskiljanlegur þáttur í áætlun hans. Ég býð ykkur að skuldbinda ykkur frelsaranum, fagnaðarerindi hans og kirkju hans enn frekar. Þegar þið gerir það munið þið finna að samsetning fagnaðarerindis frelsarans og kirkju hans færir kraft inn í líf ykkar. Þessi kraftur miklu kraft meir en dýramít. Það mun sundra grjótinu og vegi ykkar, breyta ykkur í erfingja í ríki Guðs og þið verðið full ólýsanlegrar gleði og full dýrðar í nafni Jesú Krist. Amen. On June 1st of 1843, 1. júni 1843 yfirgaf Addison Pratt Nauvoo, Illinois til þess að prédika fagnaðarerindið í Hawaii-eyjum og skildi eftir eiginkonu sína Louisa Barnes Pratt, eina til að hugsa ungbarn þeirra. Þegar ofsóknir í Nauvoo urðu ofsafengnari og neyddu meðlimi til að fara og síðar við vetrarstöðvarinnar, en þeir bjuggu sig undir til að flytja til Salt Lake dalsins, stóð Louisa frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort hún ætti að fara. Auðveldara hefði verið að vera kyrrt og bíða þess að Addison kæmi aftur frekar en ferðast ein. Í báðum tilvikum fékk hún leiðsögn frá spámennum Brigham Young sem hvatti hana til að fara. Þrátt fyrir mikla erfiðleika og eigin tregðu kom hún klakklaust í hvort skipti á leiðrenda. Upphaflega fann Louisa enga gleði í því að ferðast. Hún tók þó fljótlega að fagna græna sléttugrasinu, litríku villtu blómunum og umhverfinu meðfram árbökkunum. Myrkrið í huga mínum fór smám saman í burtu, skráði hún. Það var ekki til gleðilegri kona í öllum hópnum. Saga Louisu veitti mér mikinn innblástur. Ég dáist að vilja hennar til að víkja eigin óskum til hliðar, hæfni hennar til að treysta Guði og hvernig trú hennar hjálpaði henni að sjá aðstæðurnar öðruvísi. Hún hefur minnt mig á að við eigum kærleiksríkan föður á himnum sem hugsar okkur hvar sem við erum og að við getum treyst honum meira en nokkrum eða nokkru öðru. Guð treystir okkur til að taka margar mikilvægar ákvarðanir og í öllum málum biður hann okkur að treysta sér. Þetta einkar erfitt þegar dómgreind okkar eða almannaálit annað en vilji hans fyrir börn sín. Sumir halda því fram að við ættum að endurstrika línurnar á milli þess sem rétt og rangt, því þeir segja að sannleikurinn sé afstæður, að raunveruleiki sé skilgreining hvers og eins eða að Guð sé svo gæskuríkur að honum sé raun sama hvað við gerum.
Krefjandi getur verið að læra að greina sannleika Guðs og gagnlegt að hafa hugfast að það ekki okkar að skilgreina mörkin milli rétts og rangs. Guð hefur sjálfur sett þessi mörk byggð á eilífum sannleika okkar til góðs og blessunar. Þráin til að breyta eilífum sannleika Guðs á sér langa sögu. Var til áður en veröldin var til þegar Satan gerði uppreisn gegn áætlun Guðs og leitast við í sjálfselgu að eyðileggja sálræði mannsins. Eins og Serem, Nehor og Kórihor fylgdu slíku fordæmi með því að staðhæfa að trú væri flóska, opinberanir kæmu málin ekki við og hvaðina sem við viljum gera væri rétt. Því miður hafi þessi fráhvarf frá sannleika Guðs margoft leitt til mikilla sorgar. Þetta veltur oft á samhenginu en þó ekki alltaf. Russell Nelson forseti hefur stöðugt kennt að hinn frelsandi sannleikur Guðs sé algjör, sjálfstæður og skilgreindur af Guði sjálfum. Hverjum við ákveðum að treysta ein af mikilvægu ákvörðunum lífsins. Benjamin konungur sagði fólki sínu: trúið á Guð, trúið að hann sé til, trúið að hann sé öll viska, trúið að maðurinn geti ekki haft skilning á öllu sem drottinn skilur. Sem betur fer höfum við ritningarnar og leiðsögn frá lifandi spámennum til þess að hjálpa okkur að skilja sannleika Guðs. Ef skýringar þörf umfram það sem við höfum, mun Guð gefa þær með spámennum sínum og hann mun bregðast við einlægum bænum okkar með heilum anda við leitumst við að skilja sannleika sem við skiljum enn ekki fyllilega. Öldugorð Neil L. Anderson sagði eitt sinn: látið það ekki sitja ykkur út af laginu þótt einhverjar skoðanir ykkar kunni í upphafi að stangast á við kennslu spámanns drottins. Það eru tímar lærdóms og auðmýktar við krjúpum í bæn. Við sækjum fram í trú, treystum Guði í þeirri vissu að við munum í rástímans fá aukinn andlegan skilning frá föður okkar og himnum. Á öllum stundum hjálplegt að hafa hugfast að almakenndi að Guð gefur orð sitt eftir þeim gaum og þeirri kostgæfni sem við sýnum því. Ef við meðtökum orð Guðs, fáum við meira. Ef við hlítum ekki leiðsögn hans, fáum við minna og minna. Uns við höfum ekkert. Slík glötun þekkingar merkir ekki að sannleikurinn hafi verið rangur. Hún sýnir að við höfum glatað getunni til að skilja hann. Í Kapernaum kenndi frelsnin hver hann væri og hvert verk hans væri. Mörgum þótti erfitt að heyra orð hans, sem var til þess að þeir hörfu frá voru ekki framar með honum. Hvers vegna hörfu þeir frá? Vegna þess að þeim líkaði ekki það sem hann sagði. Þeir treystu sinni eigin dómgreind og hörfu frá og neituðu sér þannig blessanir sem hefðu þeir verið kyrt. Það auðvelt að láta stoltið okkar koma á milli okkar og eilífs sannleika. Þegar við skiljum ekki getum við dokað við, leyft tilfinningum okkar að róast og ákveðið hvernig við bregðumst við. Frelsarinn brýnir fyrir okkur: beinið öllum hugsun yfir til mín, efist ekki, óttist ekki. Þegar við einblínum á frelsarinn fyrir trú okkar að efistía áhyggjur okkar. Eins og Dieter F. Uchtdorf forseti hefur sagt við okkur: efið efasemdir ykkar áður en þið efið trúi ykkar. Við megum aldrei láta efan halda okkur í gíslingu frá guðlegum kærleika, friði og hinum dýrmætu gjöfum sem hlotnast fyrir trú á Jesú Krist. Þegar lærisveinarnir hörfu frá frelsaranum þennan dag, spurði hann hina 12: ætlið þið að fara líka? Pétur svaraði honum: Drottinn, til hvers ættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs og við trúum og vitum að þú ert hinn heilagi Guðs. Apostlarnir lifðu í sama heimi og voru undir sama samfélagslega þrýstingi og lærisveinarnir sem hurfu frá. Á þessa stundu völdu þeir hins vegar að vera trúfastir og treystu Guði og varðveittu þannig þær blessanir sem Guð gefur þeim sem dvelja áfram. Ef til vill finnst ykkur eins og mér þið stundum vera
tvístígandi við þessa ákvörðun. Þegar við eigum í erfiðleikum með að skilja eða sætta okkur við vilja Guðs hugreistandi að minnast þess að hann elskar okkur eins og við erum, hvar sem við erum. Og hann hefur nokkuð sem betra fyrir okkur. Ef við leitum til hans, mun hann aðstoða okkur. Þótt erfitt getur verið meðan við leitum til hans eins og hjá föðurnum sem leitaði lækningar fyrir son sinn var sagt af frelsaranum. Sá getur allt sem trúir, getum við á baráttu stundum hrópað, hjálpa þú vantrú minni. Eldur Neil A. Maxwell kendi að gefa upp eigin vilja í raun það eina sem okkur einmuna persónulegt og við getum sett á aldrei Guðs. Engin furða að Benjamin konungur vildi ófús að fólk sitt yrði sem barn undirgefin, hógvær, auðmjúk, þolinmóð, elskurík og reiðubúin að axla allt sem Drottinn þóknast á okkur að leggja á sama hátt og barn sem beygir sig fyrir föður sínum. Eins og ávallt sýndi frelsarinn hið fullkomna fordæmi fyrir okkur. Íþyngdur í hjarta og veitandi hið sársaukafulla verk sem hann þurfti að vinna, laut hann vilja föður síns, uppfyllti ætlunarverk sitt sem Messias og gerði fyrirheit eilíð að veruleika fyrir mig og ykkur. Ákvörðun okkur að lúta vilja Guðs trúarbreytni sem nærað innstu hjartarótum lærisveinstum okkar. Þegar við tökum það ákvörðun, uppgötum það að það dregur ekki úr sjálfræði okkar, heldur eykst það magni og umbun með nærveru heilags anda sem færir okkur tilgang, gleði og von sem við finnum hvergi annars staðar. Fyrir nokkrum mánuðum heimsótti ég systur ásamt stikuforstur í seiku hans, ungan fullorðinn son hennar. Eftir áralága fjarveru frá kirkjunni, fetandi erfiða og óvinveikta stigu, hafði hún snúið tilbaka. Á meðan heimsóknin okkur stóð spurði hana af hverju hún hefði komið tilbaka. Líf mitt var komið í óefni, sagði hún, og ég vissi hvar ég þurfti að vera. Ég spurði hana hvað hún hafði lært á vegferð sinni. Að nokkru tilfinningasemi deildi hún því sem hann hafði lært. Hún þurfti að ástunda kirkjusókn nógu lengi til þess að rjúfa þann vana hafa ekki komið og hún þurfti að vera kyrrt þar til það væri þar sem hún vildi vera. Það var ekki auðvelt fyrir hana að snúa aftur. Þegar hún sýndi trú á áætlun föðursins fann hún aftur fyrir andanum. Síðan bætti hún við: Ég hef lært það sjálf að Guð góður og hans vegir eru betri en mínir. Ég ber vitni Guð, okkar eilífa föður, sem elskar okkur og son hans, Jesú Krist, sem frelsaði okkur. Þeir þekkja særit okkar og áskoranir. Þeir munu aldrei yfirgefa okkur og vita fullkomlega hvernig að liðsinna okkur. Við getum verið vongóð við treystum þeim meira en nokkrum eða nokkru öðru. Í hinu helga nafni Jesú Krists. Amen. What does our Heavenly Father... Hvað þráir himneskur faðir frá ykkur? Skiljið þið að þegar þið voruð í fortilvörunni, voruð þið undirbúin af himneskum föður fyrir líf ykkar á jörðinni. Nelson forseti talaði sérstaklega til ungmenna og sagði að himneskur faðir okkar hafi geymt marga af göfugustu öndum hans, kannski besta liðið hans, fyrir þennan síðasta þátt. Þar sem við höfum verið geymt fyrir þessa síðari daga mikilvægt fyrir okkur að læra að vera lærisvein Jesú Krists. Drottinn Jesú Kristur góði hirðirinn og þekkir sauði sína og sauðirnir þekkja hirðirinn því hann kallar á sína sauði með nafni. Hann alltaf að kalla á okkur og hann notar okkur almenna þjóna sína til að hjálpa við að færa börnin sín til sín. Fyrir nokkru fór ég ásamt stikuforseta einum að heimsækja meðlimi kirkjunnar í nágrenninu. Eftir að við höfum lokið skipulegum heimsóknum okkar, spurði stikuforsetin hvort við getum heimsótt eina fjölskyldu viðbót. Honum fannst við þurfa að heimsækja hana. Við bönkuðum á hurðina og stuttu síðar kom systir til dyra. Hún leit á mig en vissi ekki hver ég var, svo hún sýndi lítil viðbrögð. Ég benti með höndinni á stikuforsetan sem heilsaði henni með nafni. Leið og hún heyrði í honum og sá hann gladdist hún. Þarna við hurðina föðmuðust þau og grétu saman. Þetta gaf tóninn fyrir heimsókn okkar.
Við vissum ekki að þessi systir hafði verið í lyfjameðferð við krabbameini deginum áður. Hún var of veikburða til að sjá fullorðinn son sinn. Svo ég hjálpaði stikuforsetanum að klæða son hennar og við settum hann í hjólastóli hans. Við gáum honum mat sem önnur yndisleg systir í deildinni hafði komið með áður og hjálpuðum við önnur verkefni. Áður en við yfirgáum heimili þeirra gátum við veitt þeim blessum. Allt sem fór í gegnum huga minn í þessari heimsókn var staðfesting á því að Jesús Kristur elskaði þau innilega. Hann skilur þau og þekkir persónulegan sársauka þeirra einstæðu kringumstæðna. Næstum öll heimsóknin fór fram í þögn. Við þetta tilefni var engin löng predikun eða uppáhaldsritningavers lesin en Drottinn blessaði okkur ríkulega með anda sínum. Ein mikilvægasta ástæða þess að himneskur Faðir sendi ykkur hingað á þessum tíma til þess að þið geti fullnýtt ykkar möguleika. Boðafagnaðarendi mitt kenndi okkur að sem lærisveina Krists ættum við að forðast að bera okkur saman við hvert annar. Ykkar andlegu hæfileikar eru einstakir, persónulegir og meðfæddir og himneskur Faðir vill hjálpa ykkur að þróa þá áfram. Það mun alltaf vera einhverjir sem þið geti hjálpað að finna fyrir elsku okkar himneska föðurs. Möguleikar ykkar eru guðlegir. Þótt mikilvægt sé að undirbúa sig til að ná árangri í þessum heimi mikillar keppni eitt af ykkar mikilvægustu verkefnum í lífinu að verða lærisveinn Jesú Krists og að fylgja hughrifum handans. Þegar þið gerið það, mun Guð blessa líf ykkar, blessa núverandi fjölskyldu ykkar eða framtíðar fjölskyldu ykkar og blessa líf þeirra barna sinna sem þið hittið. Við lifum á tíma mikilla tækifæra. Þótt við upplifum marga erfiðleika þá veit ég að þeir eru þar að hluta til þess að hjálpa okkur að finna elsku okkar himneska föður. Nelson forseti sagði, á komandi tíð munum við sjá stærstu birtingarmyndir kraft frelsarans sem heimurinn hefur nokkru sinni séð. Þau forréttindi eru okkar að vaka við fólki sem þarfnast hjálpar handar, faðmlags, huggunar eða einfaldlega bara að verja tíma með því í þögn. Ef við getum hjálpað við að létta byrðar þeirra, þó ekki nema stund, þá getum við séð kraft frelsarans raungerast með miklum hætti í lífi þeirra. Sem lærisveinar Jesú Krist geta hinni síðari daga heilagir haft jákvæð áhrif í heiminum. Við getum smitað gleði sem endurspeglast í ásjónu okkar, gleði sem við deilum með kærleiksríkum orðum og góðverkum. Verum góðir nágrannar, góðir vinnuveitendur og góðir starfsmenn. Leitumst við að vera ávallt góðir kristnir menn. Drottinn hefur endurreist fagnaðarendi sitt með nauðsynlegum helgiathöfnum svo að börn himnesks föður geti notið þeirra loforða sem binda okkur honum. Með því að hjálpa systrum okkar og bræðrum í þeirra daglegu áskorunum fær okkur líka til að muna að hjálpa þeim að gera og halda þessi helgu loforð við himneskan föður þeirra svo hann geti endurgoldið þeim með loforði ríkulegar blessanir fyrir þetta líf og eilífðina. Þessi loforð eru einungis möguleg fyrir tilstuðlan hins endurreista fagnaðarerindis Jesú Krists og prestdæmis lykla hans. Með öðrum orðum, við getum hjálpað öðrum að halda sig á sáttmálsveginum. Sum okkar víkja af þessum vegi frá einum tíma til annars og við verðum við að muna hvað varðar okkar himneska föður, þá getum við alltaf snúið til baka. Jafnvel þó að leið okkar sé ekki svo fullkomnasta, minnir frelsarinn okkar alltaf á leið og við iðrumst og leitum fyrirgefningar með raunverulegum ásetningi verði okkur fyrirgefið. Eitt þeirra bragða sem andstæðingurinn notar í dag að láta okkur halda að það sé engin leið fyrir okkur að breytast eða að vonin sé engin. Þessi eyðileggjandi hugsun veldur því að mörg okkar hætta að reyna. Það á þessari stundu þegar kærleikur okkar, hvatningar og stuðningsorð
Tími okkar og liðsinni geta veitt einhverjum næga von til þess að reyna einu sinni í viðbót. Kannski erum við að hugsa, allt í lagi, en hver hugsar mig? Með því að blessa líf bræðra okkar og systra, söfnum við vitnisburðum sem við munum fylla líf okkar með trú á Jesú Krist. Þessir vitnisburðir munum veita okkur lífsþrótt til að reyna sjálf einu sinni enn. Heilagur andi mun upplífga okkur og hjálpa okkur með endurnýjum vitnisburði til þess að halda áfram í erfiðleikum okkar og persónulegum raunum. Í hvert sinn sem við leitumst við að blessa líf annarra, miskunnar Drottinn okkur enn frekar. Hann styrkir okkur og veitir okkur hjálp í lífi okkar. Vinsamlega munið að Jesús Kristur frelsari ykkar og lausnari og skilur ykkur persónulega. Hann veit hvað það að hafa köllun og segja skilið við aðra hluti til þess að hjálpa börnum Guðs. Hann hefur máttinn til þess að blessa ykkur í öllu ef þið trúið á hann og efist ekki. Kæru bræður og systur, á þeim degi þegar prestdæmis leiðtogi fannst hann fá innblástur til að heimsækja móður og son sem ekki var hluti af dagskráni, fullyrði ég að Guð vissi að þau þörfnuðust okkar. Þegar upp var staðið var ég sá sem naut þjónustu. Á þeim degi hlaut ég eina dásamlegustu lexíu mína elsku frelsarans til okkar. Ég ber vitni að Jesús Kristur frelsari heimsins, að hann lifir, að hann lifði og dó fyrir mig og ykkur og að reis upp fyrir mig og ykkur, svo að við getum keppt að himneskum gleðiríkum endurfundum með þeim sem þegar eru hinum megin hulunar. Ég veit að hann skilur mig og ykkur fullkomlega. Hann skilur hverja erfiða stund okkar og hann hefur kraftinn til að hjálpa okkur á þeim stundum sem okkur finnst við hvað vanmáttugust. Ég veit að Drottinn Jesús Kristur og okkar himneski faðir birtust Jósef Smith til þess að endurrisa fagnaðarerindið á þessum tímum. Ég veit að okkar áskæri spámaður Russell M. Nelson spámaður Guðs og ég ber ykkur vitni þetta í nafni Jesú Kristi. Amen. We express gratitude. Við erum þakklátt þeim sem hafa talað til okkar og The Tabernacle Choir at Temple Square fyrir hina fallegu tónlist sem hann flutti. Kórinn mun nú syngja God's Gracious Love. Lokaræðumaður þessa ráðstefnu hluta verður Dallin H. Oaks forseti, fyrsti ráðgjafi í æðsta forsætisráðinu. Að honum loknum mun kórinn ljúka þessari samkomu með því að syngja Kenn mér hans ljósið og kærleikað fá. Lokabæn flytur síðan öldungur Isaac K. Morrison af hinum 70. Surrounds me as a bond to
This year, millions Þessi ári hafa milljónir verið innblásnir af trúarnámsáætlun sem kunn undir boði frelsarans sem kom fylg mér. Að fylgja Kristi ekki hversdagsleg eða tilfallandi iðkun. Það viðvarandi skuldbinding og lífsháttur sem ætti að vera leiðandi öllum stundum og alls staðar. Kenningar hans og fordæmi skilgreina veg sérhvers lærisveins Jesú Krists. Öllum boðið að koma á þennan veg því hann býður öllum að koma til sín svörtum og hvítum, ánauðugum og frjálsum karli og konu og allir eru jafnir fyrir Guði. Fyrsta skrefið í því að fylgja Kristi að hlýða því sem hann skilgreinir sem hið æðsta boðorð í lögmálinu. Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað hliðstætt þessu, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Boðorð Guðs eru leiðandi og stöðugur kraftur í lífi okkar. Reynsla okkar í jarðlífinu eins og litli drengurinn og faðir hans fljúgandi flugdreka á vindasmumdegi. Þegar flugdrekinn hækkaði, olli vindurinn því að hann togaði í tengistrenginn í hendi litla drengsins. Óreyndur af kraftir jarðneskra vinda lagði hann til að klippt yrði á strenginn svo að flugdrekinn gæti risið hærra. Vitur faðir hans neitaði því leiðbeinandi og útskýrði að strengurinn væri það sem héldi flugdrekanum á sínum stað gegn jarðneskum vindum. Ef við missum tak okkar á strengnum, mun flugdrekinn ekki rísa hærra. Hann mun berast með þessum vindum og óhjákvæmilega hrapa til jarðar. Þessi nauðsynlegi strengur táknar sáttmálana sem tengja okkur við Guð. Himneskan föður okkar og son hans Jesú Krist. Þegar við heiðrum þessa sáttmála með því að halda boðorð þeirra og fylgja endurlausnaráætlun þeirra, gera hinar fyrirheitnu blessanir þeirra okkur mögulegt að svífa í himneskar hæðir. Mormons bók staðhæfir oft að Kristur sé ljós heimsins. Þegar hinn uppreisni drottinn vitjaði nefítana útskýrði hann þessa kenningu með því að segja við þá: Ég hef sýnt yður fordæmi. Sjá, ég ljósið sem þér skuluð halda á loft. Það sama á þér hafið séð mig gjöra. Hann fyrirmynd okkar. Við lærum það sem hann hefur sagt og gert með því að læra ritningarnar og fylgja spámanlegum kenningum eins og Russell M. Nelson forseti hefur hvatt okkur til að gera í helgiathöfn sakramentisins. Í helgiathöfn sakramentisins gerum við sáttmála hvern hvíldardagum að hafa hann ávallt í huga og halda boðorð hans. Í Mormons bók veitti drottinn okkur grundvallaratriði þess sem hann kallaði kenningu Krists. Það trú á drottinn Jesú Krist, iðrun skírn, móttaka gjafar heilags anda, að standast allt til enda og verða sem lítið barn sem merkir að treysta drottni og beygja sig undir allt það sem hann krefst af okkur. Boðorð drottins eru tvenns konar, varanleg líkt og kenning Krists og tímabundin. Tímabundin boðar eru nauðsynleg fyrir þarfir kirkju drottins eða hinna trúföstu í tímabundnum aðstæðum, en eru lögð til hliðar þegar þörfin liðin hjá. Dæmi tímabundin boð eru leiðbeiningar drottins til fyrstu leiðtoga kirkjunnar að flytja hina heilugu frá New York til Ohio, til Missouri, til Illinois og loks að leiða brottflutning brautryðjendana til fjallana í vestri. Þótt þau væru aðeins tímabundin, voru þessi boð gefin til að hlýða þeim meðan þau voru enn í gildi. Það hefur tekið talsverðan tíma fyrir sum varanleg boðorð að vera almennt haldin.
Í frægri ræðu Lawrence of Snow forseta 10. lögmálið til dæmis áhersla lögð á boðorð sem áður var gefið en almennt ekki enn fylgt af kirkjumeðlumum. Það þurfti að leggja aukna áherslu á það við þær aðstæður sem kirkjan var í og þegnar hennar stóðu þá frammi fyrir. Þörf hefur líka verið á fleiri nýlegum dæmum endurtekna áherslu vegna núverandi aðstæðuna sem síðari daga heilagir eða kirkjan stendur frammi fyrir. Þau eru meðal annars yfirlýsingin fjölskylduna sem Gordon B. Hinckley forseti gaf út fyrir kynslóð sína og nýlegt boð Russell M. Nelson forseta að kirkjan yrði auðkennd með sínu opinberaða nafni, Kirkja Jesú Krist sinna síðari daga heilugu. Önnur kenning frelsara okkar virðist krefjast aukinnar áherslu í aðstæðum okkar tíma. Þetta tími margra óvæginna og særandi orða í opinberum samskiptum og stundum jafnvel í fjölskyldum okkar. Mikill ágreiningur opinber stefnumál leiðir oft til fjandskapar, jafnvel haturs. Lagasetningar eru mikilvæg málefni þar sem flestir borgarar sjá brýna þörf á aðgerðum í þágu almannahagsmuna. On matters of importance where most citizens see an urgent need for some action in the public interest. Hvað ættu fylgjendur Krists að kenna og gera á þessum eitruðu samskiptatímum? Hver var kenning hans og fordæmi? Mikilvægt að meðal fyrstu reglnanna sem Jesús kenndi þegar hann birtist nefítunum var að forðast ágreining. Þótt hann hafi kennt þetta í tengslu við deilur trúarkenningar og eiga aðstæður hans greinilega við samskipti og sambönd í stjórnmálum, opinber stefnumál og fjölskyldusamböndum. Jesús kendi: Sá sem haldinn anda sundrungar ekki minn, heldur djöfulsins, sem faðir sundrungar og egnir menn til deilna og reiði hvert gegn öðrum. Sjá, það ekki mín kenning að egna menn til reiði hver við annan. Heldur það kenning mín að slíkt skuli afnumið. Í þeirri þjónustu sem Jesús varði meðal nefítanna kendi hann önnur boðorð sem voru nátengd banni hans við þrætum. Við vitum frá Biblíunni að hann hafði áður kennt hvert þeirra í hinni miklu fjallræðu, yfirleitt með nákvæmlega sama málfari og hann síðar notaði við nefítana. Ég ætla að vitna í hið kunnuglega mál Biblíunnar. Elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður. Gjörið þeim gott sem hata yður og biðjið fyrir þeim sem misnota yður og ofsækja. Þetta eitt best þekkta boðorð Krists, byltingar kendast og erfiðast að halda. Samt það grundvallar þáttur í boði hans til allra að fylgja sér. Eins og David O. McKay forseti kendi. Það engin betri leið til að tjá Guði elsku en að sýna samferðafólki sínu óeigingjarnan kærleika. Hér önnur grundvallarkenning hans sem fyrirmynd okkar. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaði verða. Friðflytjendur. Hver það myndi breyta persónulegum samböndum með fylgjendur Krist, létu af óvægnum og særandi orðum í öllum samskiptum sínum. Á aðalráðstefnu á síðasta ári setti Russell M. Nelson forseti fram þessar áskoranir.
Ein einfaldasta leiðin til að bera kennsl á sannan fylgjanda Jesú Krist að sjá hversu samúðarfull breytni fólks við aðra. Sannir lærisveinar Jesú Krist eru friðflytjendur. Eitt af besta sem við gerum til að heiðra frelsarann að vera friðflytjandi. Deilur valkostur. Að vera friðflytjandi valkostur. Þið hafið sjálfræði til að velja sundrung eða sættir. Ég hvet ykkur eindregið til að velja að verða friðflytjendur núna og alltaf. Umræðum ættu hugsanlegir andstæðingar að byrja á því að finna sameiginlegan grundvöll sem allir eru sammála Til að fylgja hinni fullkomnu fyrirmynd okkar og spámanni hans, þurfum við að lifa eftir því sem almennt þekkt sem gullna reglan. Allt sem þið viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuluð þér og þeim gjöra. Þetta lögmálið og spámennirnir. Við þurfum að elska alla og gera öllum gott. Við þurfum að forðast erjur og vera friðflytjendur í öllum okkar samskiptum. Þetta þýðir ekki að slaka á reglum okkar og forgangsröðun, heldur að hætta að ráðast harkalega á aðra vegna þeirra reglna. Það gerði okkar fullkomna fyrirmynd í þjónustu sinni. Það fordæmið sem hann setti okkur þegar hann bauð okkur að fylgja sér. Á þessari ráðstefnu fyrir 4 árum setti Nelson forseti fram spámannlega áskorun fyrir okkar tíma. Ert þú fús til að láta Guð ríkja í lífi þínu? Ert þú fús til að láta Guð vera áhrifaríkastan alls í lífi þínu? Vilt þú leyfa að orð hans, boðorð hans og sáttmálar hans ráði þínum daglegu gjörðum? Vilt þú leyfa að rödd hans sé í fyrirrúmi allra annara? Sem fylgjendur Krists kennum við og vitnum Jesú Krist, okkar fullkomnu fyrirmynd. Við skulum því fylgja honum með því að forðast deilur. Þegar við fylgjum okkar helstu reglum í opinberum athöfnum, skulum við verða hæf fyrir blessanir hans með því að nota málfar og aðferðir friðflytjenda. Í fjölskyldum forðumst vægðarlausa og haturfulla hluti í fjölskyldum okkar og í öðrum persónulegum samböndum. Við skulum leitast við að vera heilög, líkt á frelsarinn. En í hans heilaga nafni ber ég vitni og ákalla blessun hans yfir okkur til að hjálpa okkur að vera heilög. Í nafni Jesú Krists. Amen. Christus.
Heavenly Father, at the conclusion of this beautiful session of Lok conference, þessar ástumnu hluta eru hjörtu okkar full þakklæti til þín. Við erum þakklátt fyrir son þinn Jesú Krist, fyrir líf hans, kennslu og friðþægingu hans. we are grateful for the magnificent gift of the Holy Ghost Við erum þakklátt fyrir hérna frábæri gjöf heilags anda for our lives. sem við höfum fengið fyrir líf okkar. Grateful that the Við erum þakklátt open in our day að himnarnir opnast á okkar dögum fyrir prestdæmið, dry on both sides of the veil. fyrir garð Ísraels beggja megin hölunar. Við þökkum þig fyrir lifandi spámenn, postula How we love them and need og hve mikið við elskum þá og þurfum að þeim að halda. for strength and Við biðjum þig styrk og helsu fyrir þá alla. that we've been inspired. Himneski elsku faðir, við höfum fengið innblástur til að ganga á þínum vegum. Hjálpað okkur We may live in the world hvar svo sem við búum í heiminum að við megum bera áfram ljós Krists og ímynd hans that there may be í andliti okkar. Það megi vera meiri fríður, meiri trú, meiri von, meiri heilalegi á meðal sáttmálsbarna þinna. for this prayer Við leggjum fram sacred name þessa bæn Lord and Savior í einu heilaga nafni Jesus Christ. frelsara okkar, Jesú Krist. Amen.
This has been a broadcast of Þetta the var Saturday útsending laugardagsmorgunhluta 194. árlegrar aðalráðstefnu Kirkju Jesú Krist sinna síðar í daga heilugu. Ræðumenn voru valdir úr hópi leiðtoga kirkjunar. Tónlist flutti The Tabernacle Choir at Temple Square. Útsendingu þessa annaðist Bonneville Distribution sem almenna þjónustu. Öll endurvinnsla, upptaka, afritun eða önnur notkun á þessari útsendingu bönnuð án skriflegs leyfis.